Komið sæl og verið velkomin í þetta annað föstudagskaffi viðskiptaráðs. Að þessu sinni þá ætlum við að fjalla það sem við segjum að sé í nýrri greiningu sem við varum að gefa út, að við segjum að sé í raun og veru kannski stærsta efnahagsmálið og það fasteignamarkaðurinn. Og vegna þess hvað þetta mikilvægt málefni þá gáum út greiningu í vikunni sem að tekur svona á því helsta sem hefur verið í deiglunni því tengt. Við fjöllum hvað hefur verið að valda verðhækkunum síðustu missera. Við förum aðeins inn á hinn margumtalaða framboðsskort og hvort það sé verið að vinna á honum og hvort það muni vera unnið á honum og svo aðeins reynum við að skygna smá inn í framtíðina með því að skoða til dæmis ásett verð á fasteignum sem að hefur hækkað síðustu mánuði. En við erum ekki að skoða þetta á hverjum degi og þess vegna mjög gott að fá hingað til okkar sérfræðing sem að skoða þetta sannlega á hverjum degi og það hún Karlotta Halldórsdóttir, hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Sælblessu og takk fyrir komuna. Já, sæll vertu, takk fyrir að fá mig. Þið náttúrulega eruð alltaf að skoða þetta og ekki svona bara spari og hátíðist og tildögum eins og við. Þannig að það væri ágætt að fá svona að heyra frá þér ykkar sýn á hlutina. Til dæmis við færum rök fyrir því að ein helsta ástæða þessar miklu verðhækkana síðustu misseri sé einfaldlega bara hækkun ráðstöfunartekna og vaxtalækkanir. Hvernig svona blasir það við ykkur? Já, við bara klárlega tökum undir þetta, þetta ráðstöfunartekjurnar og vaxtalækkanir, en svo þetta líka bara þessi gríðarlega eftirspurn sem myndast í kjölfarið á COVID. Þannig að það náttúrulega ýmis áhrif þar sem að verðum kannski að taka inn í líka. Þú veist, fólk meira heima hjá sér og allt í einu getur það kannski keypt sér dýrari og stærri eignir og tilbúið í það. Þannig að við myndum klárlega taka undir það. Þetta sem nefnir með COVID-áhrifin, þú veist, líka náttúrulega sé bara sparnað þegar fólk kemst ekki til útlanda og safnast upp smá peningur undir koddanum hjá þeim sem eru ekki atvinnulausir. Já. Þetta vanmetinn þáttur? Því maður heyrir svo lítið tala þetta? Vanmetinn þáttur? Ég held þetta sé einhvern veginn bara samspil á svo ótrúlega mörgum þáttum, þú veist, að það séu einmitt þessi ráðstöfunartekjurnar, vaxtalækkanirnar, COVID-áhrifin og ég held að spili allt bara mjög mikið saman. Já, og nú náttúrulega eru þið svolítið að skoða þetta, þú veist, þið náttúrulega opinber stofnun og svolítið að skoða þetta heildstætt og nú sjálfsagt einhver sem á að gera vaxtahækkanir og bara breytingar sem framöndan muni kannski setja alla þá sem eru komin á breytilega óverðtryggða vexti í klemmu. Nú var kannski ekki fara að spyrja þig hvort að þið spáið því að þetta endi með einhver bólaspringi en eru þið svona að velta fyrir ykkur þessu hvernig það mun spilast úr því? Að þetta einfaldlega bara spyrja að þetta alveg ný staða að svona margir séu með óverðtryggða breytilega vexti og við munum sjá það hækka sem mun býta nokkuð hratt og fast ef það raungerist. Já, við erum nú svona kannski svolítið á þeirri skoðun að núna fyrst þá muni peningastefnan hafa meiri áhrif heldur en áður. Þannig að vonandi þarf ekki eins miklar vaxtahækkanir núna til þess að býta á þennan stabba og hafa áhrif á eftirspurnina. Þannig að vonandi núna sjáum við kannski aðeins minni vaxtahækkanir til þess að hafa meiri áhrif. Og ég held að verði alveg athyglisvert að sjá núna því að við erum bara með septembergögn núna fyrir húsnæðismarkaðinn og við fengum þarna vaxtahækkun í október og þá, hún náttúrulega ekki ennþá komin inn í gögnin okkar. En ég held að verði áhugavert að sjá gögnin fyrir næsta mánuð og hvort að þetta sé að hafa meiri áhrif heldur en við erum kannski að sjá núna í gögnunum. Og svo sérstaklega næstu mánuði að þetta tekur oft svo langan tíma að koma fram. Þú veist, og það búið að stíga á svolítið bremsuna. Seðlabankinn búin að taka þarna fyrir 3 aðgerðir. Þú veist, það hámark á veðhlutfall og það hámark á greiðslubyrði og það eru vaxtahækkanir. Þannig að, þú veist, og þetta allt kannski áhrif sem við erum ekki ennþá búin að sjá. Og svo eins og segir, þú veist, fólk kannski búið að ganga svolítið á núna sparnaðinn sem að safnaðist þarna upp í COVID í fyrra því að við erum að sjá einkaneysluna aukast. Þannig að þetta kannski ekki alveg sömu forsendur og þannig að það alveg svona áhugavert hvað við munum sjá á næstu mánuðum. En hins vegar að þá seinustu 2 mánuði í svona mánaðarskýrslunum okkar, þá vorum við að sjá merki að það væri mögulega kannski aðeins að draga úr umsvifunum. Svo vorum við að gefa mánaðarskýrslu í gær og þá bara komin svona önnur merki og þá bara markaðurinn leiðin upp aftur.
Þannig að koma þarna 2 mánuðir sem þetta var kannski aðeins á leiðinni niður. Já. En nú erum við að sjá hann á leiðinni upp aftur. Gott að við skulum minnast á þetta því að við höfum aðeins verið að skoða söluframboðið og þar höfum við sjáð bara eins og þið sjáið að það hefur dregið úr því og það sögulega mjög lítið af fasteignum til sölu bara á landinu öllu, höfuðborgarsvæðinu og alls staðar. Það sem við sáum líka að ásett verð var að hækka, til dæmis fyrir 3-4 herbergja íbúð var að hækka búið að hækka svona hátt í 10% frá því sumar. Það er sem sagt alveg í takt við það sem þið eru að sjá að það ekkert eitthvað virðist ekki merkjum að það sé hægja á allavega alveg strax. Nei, og það virðist bara en það vera alveg rosalega mikill eftirspurnaþrýstingur og einmitt eins og ég sagði, þú veist, við vorum að sjá aðeins dala, þú veist, íbúðir sem voru að fara yfir ásettu verði, við mælum það svolítið og það var búið að vera að fara leiðinni niður senastu 2 mánuði, svo núna fór það upp aftur og við höfum aldrei séð það var núna 40% af íbúðum sem fóru yfir ásettu verði. Hvað það svona í venjulegu ári þegar markaðin bara svona þokkalegu jafnvægi? Já, þetta náttúrulega mjög sveiflukennt en það var held ég kannski bara svona milli 10 og 20%. 10-20% var hátt. Nei, það er meira en 2-földun á svona hlutfallslegum fjölda íbúða sem að fara yfir ásettu. Þú veist, og þetta bara svona eitthvað sem við höfum aldrei séð áður ekki svona hátt. Já, þetta nokkuð merkilegt en svo náttúrulega spurning að það ekkert sem að getur hækka eilífu, það verður forvitnilegt hvað gerist svo, kannski koma því síðar. En eitt sem við fjöllum ekki mikið en hefur líka ekki verið mikið í umræðinni, en var mikið í umræðinni fyrir svona 2-3 árum, það leigumarkaðurinn. Því að þar voru búin að vera mjög miklar hækkanir, svo núna kemur COVID og kannski pínu fyrirsjáanlegt þá gefur hann eftir, það er atvinnuleysi, það er fullt af Airbnb íbúðum sem fara bara út á venjulegan leigumarkað og svo framvegis. En þið hafa eitthvað skoðað þetta og það er kannski ekki það eina sem er að segja þar. Nei, þetta náttúrulega mjög góð punktur hjá þér af því að einhvers staðar, við höfum aldrei segja mikið af fyrstu kaupendum. Þannig einhvers staðar þeir að koma og þeir eru væntanlega að koma annað hvort úr foreldrahúsum eða af leigumarkaðinum. Þannig að við erum búin að sjá núna frá upphafi árs 2020 og jafnvel reyndar byrjaði strax bara loka árs 2019 að leigumarkaðin að minnka. Það var alltaf í kringum kannski svona 16% af fólki sem voru leigjendur og við erum sjá þetta hlutfall bara komið núna niður í, ekki minna að vera 12-13% og hann er búin að haldast þar bara alveg frá upphafi senasta árs. Þannig við erum búin að sjá hann bara minnka töluvert. Þannig að spurning hvernig það þróast og það var líka í upphafi senasta árs og þá voru svona ýmsar vísbendingar þetta framboð væri nægt, fólk gat bara bjó við öruggt húsnæði og gat svolítið svona valið úr og við sáum svona jákvæð teikn á leigumarkaðinum sem alltaf höfðu ekki verið út af þessum hækkunum sem voru búin að vera áður og en núna erum við að sjá aftur sé svolítið að þrengja að. Þannig að það virðist kannski eitthvað sem íbúðum hafi kannski bara farið í söluferli og eða jafnvel aftur í Airbnb sem samt ekki líklegt, við verum ekki að sjá miklu aukningu þar. Já, og eitthvað þá fólk líka bara ungt fólk sem kannski flytja aftur heim til foreldra. Já, og það er einmitt líka annar punktur að svona þessi COVID-faraldur virðist að farið svolítið illa með yngsta aldurshópinn þegar við sjáum 18 til 24 ára að þeir eru bara í mjög miklu mæli að flytja aftur í foreldrahús. Það er bæði samdráttur á þeim á leigumarkaði og svo mikil aukning við erum að sjá í millimælinga 2019 og 20 hjá okkur, 2019 og 21 fyrir ekki, að þá var held ég 16% aukning hjá þessum aldurshópi í foreldrahús. Og samsvarandi þá að fara út á leigumarkaði? Já, þannig að við erum að sjá að það er náttúrulega slæm þróun að þetta er náttúrulega fólki sem kannski var í hlutastarfi í ferðaþjónustu og já. Talar ágætlega skjóta inn, talar ágætlega við það við birtum vorum að skoða þessar tekjur fólks í heimsfaraldrinum, ráðstöfnu tekjur jökust í heimsfaraldri, vorum að skoða það inn í sumar, þetta talar ágætlega við það sem maður sá þar að sem í svona allra lægstu tekjunum, sem ekki fólk sem eru á lágmarkslaunum, heldur líklegast að mestu leyti til námsmenn. Það voru þeir sem voru að sjá, hvað maður segja, svona virðist vera kreppan fyrir að bitna ágætlega mest á, þannig að þetta er í takt við það. Ég ætla kannski minna á eitt. Það er hægt að senda spurningar í gegnum Q&A fítusinn inn í Zoom, þannig að ekki hika við að senda spurningar og við kannski tökum 1-2 í lokin. Þá kannski að því sem að hefur verið hvað mest í umræðinni, framboðið. Er þetta
sko, eins og við föllum og byggjum á gögnum þjóðskrár sem að hins vegar eru mjög gölluð og vinir okkar hérna hjá samtökum iðnaðarins hafa bent á að séu komið með tímatöf og séu ýmsir annmarkar við og segi kannski ekki rétta sögu, en ef maður skoðar allavega þau gögn þá liggur nokkuð vel fyrir að það var það mikið byggt á síðustu árum að það hefur verið unnið á einhvers konar skorti, það hefur verið byggt umfram fólksfjölgun á sama tíma og hafa verið þessar verðhækkanir hafa verið svona að fara ná meiri hraða. Hvernig blasir þetta við ykkur? Er framboðsskortinum að kenna og kannski svona sem er ennþá mikilvægara, verður honum að kenna? Mun verða nóg byggt? Þetta góð spurning hjá þér. Sko, það sem að ef við horfum bara á framboðið að þá seinustu 3 ár, þá höfum við bara aldrei byggt jafn mikið. Þannig að það er eiginlega ekki hægt að segja, kenna því að þessi framboðsskortur, því þetta í rauninni allt bara knúið af eftirspurnarhliðinni. Eftirspurnin bara það mikil að það held ég hægt að bara segja að þetta sé alfarið svona knúið af henni, því að árið 2019, 20 og í ár þá erum við að sjá byggt hérna í kringu 3000 íbúðir, í fyrra var 3800, við höfum aldrei byggt jafn mikið og í fyrra, en samt erum við að sjá að það er eiginlega ekkert til sölu, þó þessi sífellt að koma nýjar íbúðir inn á markaðinn. Þannig að ég held að það sé svona, maður verður svolítið að horfa til þeirra þátta að það er ekki framboðin endilega, það er ekki hægt að skella því á framboðið, því að það var ekki hægt að sjá þennan eftirspurnar aukningu fyrir. Og í upphafi árs 2020 þá vorum við bara með stóran lager af íbúðum og sem voru í rauninni ekki beint að seljast. Ég held að á þeim tíma hafi verið búið að safna upp svolítið íbúðir sem var ekkert mikil eftirspurn eftir. Nei, mitt. Og þessi lager dugðu okkur rosalega vel út allt seinasta ár, því að bara í upphafi faraldursins þá vorum við með 2200 íbúðir til sölu á landinu og það er svona ekki hægt, mjög hratt þá bara minnkaði þetta framboð eftir á öllu árinu í fyrra og svo var það svolítið núna áramótin sem að bara framboðið var búið, það var komið mjög langt niður og þá fórum við að sjá þessar gífurlegu verðhækkanir. Væntanlega ekki tilviljun. Nei, þannig að við svona áttum að laga til og það bara svona var allt í lagi fyrra og nú erum við bara að sjá að við erum ekki náð að halda í við þetta og það auðvitað tekur 2 ár að byggja íbúð. Og svo náttúrulega hort fram veginn, maður sér það að það er allar spár íbúða fjárfestingu, það er lofað nokkuð góðu, svona að því gefnum við fáum sementið sem að virðist vera einhver smá hnökrar á núna, segjum að það lægist og það verði ekki vandamál frá þeirri líka, þá lítur það ágætlega út bara með við spár Seðlabankans og greiningar aðila. En svo hins vegar þá sér maður samtökum iðnaðarins og líka í ykkar svona íbúða þarfaspá að það er sennilega að fara svona aðeins að versna aftur ástandið, eða hvað? Sko, já, einmitt, samkvæmt okkar íbúðaþarfagreiningu þá þarf að byggja svona kringu 30.000 íbúðir til ársins 2030 og það er svona cirka 3.000 íbúðir á ári sem við erum að horfa á en samkvæmt mannfjöldaspáni þá mun okkur fjölga meira næstu 5 árin heldur en á seinni 5 árunum á þessu spátímabili. Þannig að það þýðir að það má og ætti eiginlega byggja meira en 3.000 íbúðir bara til þess að viðhalda mannfjöldaaukningunni. Þannig að núna erum við að sjá að við erum að byggja kannski kringum 3.000 í ár og jafnvel og líklega á næsta ári líka. Þannig að það má vel byggja meira og það er líka þörf fyrir það. En það og við erum að sjá að þetta verður samt cirka, við erum ennþá að byggja samt ágætlega mikið. 3.000 er svona cirka á pari við það sem við erum að spá. En það má vel gefa í, en það sem við erum kannski að sjá helst núna er að það sé lóðaskortur. Já. Og ég held að séu svolítið, það er svona það er ekki alveg samræmdar upplýsingar sem við erum að fá varðandi lóðurnar, en við erum að sjá það er náttúrulega mikil eftirspurn. Það var á Selfossi í vor sem var auglýst held ég 50 okkar lóðir og það voru 9.000 umsóknir sem komu. Vá. Þannig að eftirspurnin eftir lóðum er náttúrulega mjög mikil og það gæti verið að það muni kannski koma
til okkar eftir svona 2 ár. Já. Að þá getum við séð kannski eitthvað samdrátt ef að það er lóðaskortur núna. Já, því að það er náttúrulega tekur svo langan tíma frá því að það á að fara að byggja og þangað til að íbúðin fer á sölu. Já, einmitt. Þannig að það er kannski helst ágæðni að í dag erum við bara að byggja mikið og Samtök iðnaðarins, talningi þeirra, hún sagði bara að vera 50% aukning á fyrstu byggingastigum sem er náttúrulega jákvætt og íbúðafjárfesting er að aukast. Þannig að við erum að sjá að vera að byggja helling. En ég held að þetta gæti verið næsti flöskuhálsinn. Og ég held að svona sveitarfélögin þurfum við að leysa mjög hratt og vel úr þessu og við erum að setja upp tól sem heitir svona rafrænar húsnæðisáætlanir þar sem að við munum fá betri gögn frá sveitarfélögunum og þar verður bara svona betri íbúðaþarfagreining og spá hjá þeim og líka bara hvaða lóðir eru tilbúnar, hvað er í skipulagi og við séum að fá miklu samræmdari gögn og þá líka við mannvirkjaskrána okkar þegar í dag eins og þú veist vel að þá erum við með þarna, við erum með þjóðskrá og svo talningu Samtaka iðnaðarins því við erum ennþá að handtelja íbúðir. Það er besta svona upplýsingarnar okkar sem höfum húsnæðismarkaðinn en við erum svona að reyna að byggja tól sem að eru að ná utan þessi gögn og þessu tölur og þá munum við komast í betra flæði. Þá höfum við bara betri gögn til þess að byggja á, við geta gert betri íbúðargreiningar og spár, hvað er í byggingu, hvað þarf. Þannig að ég held að við séum svona komin á ágætisról. Það er mjög gott að heyra, það er náttúrulega mjög mikilvægt. Þú nefndir þarna samræmd gögn og ég fór að hugsa í þessari umræðu að það er ekkert alveg samræmi, eða bara alls ekkert samræmi í því hvað fólk er að meta þörfina. Eins og til dæmis þið segja þessi þörf sé svona 3.000 og eitthvað íbúðir og náttúrulega byggir þá væntanlega verið mikið fólk haldi áfram að flytja til landsins frekar mikið. Sem að sjálfur sér, allavega ég persónulega trú alveg verið raunin. En svo alveg hefur maður heyrt hina hliðina eins og til dæmis Landsbankinn sem að fjalla það núna í vor og í sinni hagspá núna að þetta séu kannski eitthvað nær 2.000 íbúðum. Það er, þú veist, svona fyrir hinn almenna leikmann, þá er þetta náttúrulega augljóslega frekar ruglandi. Getur þú veist, ég veit að þú þá væntanlega ekki alveg sammála Landsbankanum, gott og vel, en bara svona þannig að fólk kannski aðeins skilji, þú veist, af hverju er þessi rosalegi munur og mati á því hvað þarf í raun og vera að byggja mikið? Já, það er einmitt góð spurning og náttúrulega óþægilegt fyrir fólk að fá upplýsingar úr mörgum áttum. Við náttúrulega erum búin að, eins og veist, liggja svolítið vel yfir þessu og við fáum náttúrulega gögn frá ýmsum áttum. Þú veist, við erum að fara frá sveitarfélögunum og við erum byggingaraðilana, þú veist, og erum búin að reyna að afla okkur svolítið víðtækar upplýsingar stöðuna, hvernig hún er. Og svo þegar við gerum íbúðaþarfagreininguna, að þá erum við líka að reikna með þessi uppsafnaður skortur, þessu uppsöfnu þörf að því að frá árinu 2016 og til 2019 þá vorum við að byggja mjög lítið eða fyrir ekki bara eftir hrun vorum við að byggja mjög lítið þannig að þá vorum við líka að setja inn í okkar spá þessi uppsöfnu þörf upp á hátt í 5.000 íbúðir sem við setjum inn í þannig að það, Landsbankinn gerir það náttúrulega ekki þannig að það líka hefur áhrif á þetta en já, við svona stöndum við þetta, við uppfærum held í okkar spá núna í maí og þar erum við að gera ráð fyrir þessum 3.000 íbúðum og já. Ég skal bara vera alveg heiðarlegur. Ég hef efasemdir að sé þessi 5.000 íbúða uppsamnaðast þörf. Það sé allavega svo mikil. Ég bara held ég með nokkuð heilbrigðar efasemdir. En eru við þó kannski sammála um það að hver sem þessi þörf er að reynslan svona síðustu ár kennir okkur að það sé kannski ekki endilega lausnin að ætla að leysa það á einni nóttu. Þetta verður eiginlega gerast jafnt og þétt til að við lendum til dæmis ekki því að það sé mögulega einhver skortur en á sama tíma svo mikið af nýju framboð að koma akkurat á sama tíma að nýju íbúðina seljast ekki eða það er þetta ekki að gerast í þokkarlega svona góðu jafnvægi? Jú, ég held að það sé bara hárrétt hjá þér og þess vegna held ég líka, þú veist, þetta var bara Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sett hana og öll húsnæðismálin voru sett undir sama hatt. Þannig að við værum að ná betur utan þessi mál og það er búið að vinna rosalega mikið í því núna og þannig að þú veist, við getum gefið út spár og áætlanir sem að þú veist, eru byggðar á betri gögnum og við erum loks svona kannski að koma með það núna og komið með tól í hendunar sem að halda betur utan þetta. Þannig að vonandi erum við farin að sjá einmitt þetta að það sé kannski hægt að byggja á áreiðanlegum gögnum og það sé aukinn stöðugleiki í þessu. Já, einmitt. Og svo nefndum við áðan að við sjáum verið bara í því sem er að gerast á markaðnum akkurat núna. Það er ekki komlega neina vísbendingur að sé hægi eitthvað sérstaklega á. En svo náttúrulega
það á bara við kannski núna eitthvað aðeins fram meira áramót. Hvernig svona blasir þetta við þér? Við svona reyndum, sko, við ætlum ekki að fara að þykjast spá fasteignaverð, kannski ekki alveg okkar verkahring, en við settum spár og svona sviðsmyndir í samhengi og bara svona hvernig, og þar til dæmis, þá rosalega misjafnt til dæmis hvernig þú munt sjá greiðslubyrði þróast eftir forsendum vexti og tekjur og bara getur haft verulega áhrif litla vaxtabreytingar raun og veru. Hvernig svona blasir þetta við ykkur? Haldið að þetta muni svona þyngjast róðurinn á heimilunum og það muni slá á hækkan eða hvað framöndan? Já, það erfitt að segja til það, þú veist, líka því að COVID náttúrulega bara svolítið óútreiknanlegt. Við erum alltaf að halda að við séum að koma undan þessu og svo bara skellur okkur ný bylgja, en ég get vel trú að þetta verði samspil margra þátta eins og segir. Það verður kannski vaxtahækkanir sem að býta á heimilinn og svo erum við líka kannski að tala að leið og fólk fær auki frelsi, þá fer það kannski bara að vilja eyða peningunum sínum í eitthvað annað. Þú veist, kannski vilja bara fara til útlanda, það eru mjög mikil uppsöfnuð útlandaþörf, þú veist, og þá kannski fer það bara svona að hugsa, ok, ég ætla að sleppa því að flytja í stærra húsnæði núna og fara frekar til útlanda. Eina af þessum svona COVID-áhrifum hefur náttúrulega verið þessi rosalega sókn í sérbíli. Það verið mjög mikið viðskiptum, allt selst og meiri hækkanir fjölbíla. Við sem miklar hækkanir fjölbíli, en þær eru meiri í sérbílinu. Getum við séð það mögulega svona ganga tilbaka fólk sem að fór og keypti sér stórt húsnæði sem að er með skrifstofu og með kannski smá rækt og svo bara allt í einu bugast út af kostnaðinum og það þarf að fara að taka þakið og múrverk og þú bara nei, nenni ekki að standa í þessu. Erum við að fara að sjá kannski að það gangi tilbaka eða þetta svona kannski bara gegnumgangandi spurning kringum allt sem tengist heimsfaraldurum, hvað mikið af þessu varanlegt og hvað mun einhver leyti ganga tilbaka? Já, einmitt, ég held að það sé bara mjög góð pæling hvort að fólk muni vakna upp og bara í allt of stóru húsi og með ræktina heima en ég geti vel trúið að þetta verði kannski aðeins til skammtíma, þú veist, að því að við vitum að þú veist, það mun verða meiri þörf fyrir einstaklingsíbúðir, þú veist, bara þjóðin bara þróast þannig, við erum að eldast og það eru að koma innflytjendur, þannig að þörfin svolítið mikið þar og við erum fann að byggja mikið til fyrir svona einstaklinga og minni íbúðir heldur en áður og það mitt kannski líka sem gerir það að eftirspurnin verður svona mikil því það bara ekki verið að byggja neitt sérstaklega mikið af sérbíli. Þú nefnir einstaklingsíbúðir, ég skal eiginlega fullera það eiginlega allir sem eru að hlusta hérna, það sé eiginlega enginn sem býr í einstaklingsíbúð. Nema kannski voru á stúdentagörðum eða heimavist eða eitthvað slíkt. Bara ein spurning því tengt, því að maður tala þetta, en eru þær alveg að seljast alveg eins og aðrar íbúðir? Þetta svona bara held ég fjarlæg hugsun fyrir kannski svona einn típiska Íslending, þannig að maður velti fyrir sér. Já, en þegar við tölum einstaklingsíbúð þá það kannski bara eitt sönnubyggi og það getur þú búið sem par eða með barn, þannig að það kannski bara, þetta bara spurningum að þessu minni. Já, ekki endilega stúdíó. Nei, ég ekki endilega tala það, en þú veist, þetta séu þá minni íbúðir og við erum fann að byggja miklu meira minni íbúðum sem eru kannski fjölbýli, þú veist, svona hendur fyrir þennan hóp, svona meira það. Já. Við förum nú svona að slá botnin í þetta bráðlega en við, eins og ég nefndi hérna áðan, þá hægt að senda inn spurningar í gegnum Zoom Q&A þannig að það ekki of seint núna en það allavega ein spurning til að byrja með og það þessi umræðum að Reykjavíkurborg standi sig ekki nægilega vel í uppbyggingu húsnæðis en maður heyrir svona eitthvað lítið það að hvað að gerast í hinum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að spurningin hvernig eru þau að standa sig? Hin sveitarfélögin? Já, þetta einmitt búið að vera svolítið mæða mikið á Reykjavíkurborg þessa dagana og þau voru nú með upplýsingafundum daginn og sögðu að það væri nú mjög mikið verið að byggja og það alveg rétt og kannski kemur aftur að þessu með frambúðið að við erum að byggja mjög mikið og nágrannasveitarfélögin hafa nú verið samt að byggja allavega samkvæmt talningu Samtaka iðnaðarins byggja meira heldur en Reykjavíkurborg en ég held að það er margt í bígerð hjá Reykjavík og þetta náttúrulega stærsta sveitarfélagið og þetta hefur náttúrulega langmest að segja hvað þau eru að byggja því að þannig ég held að það sé nú kannski ástæðan fyrir því að mæði mest á þeim og já. Eru svona einhver önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem að þurfa
hysjupun sér buksunar. Það vil kannski ekki fara að dæmi það. Nei, ég held að sé nú kannski ekki okkar að tala það. En nei, ég held að sé nú bara ágætis uppbygging svona víðast hvar, en svo náttúrulega alltaf spurningum hvort þú eigir land til þess að byggja á. Það er náttúrulega kannski eins og Seltjarnarnes og svona minni sveitafélög sem bara hafa engan kost á að byggja meira. Nei, ég skil. Herru, við förum bara að slá botnin í þetta, nema kannski vilja bæta við einhverju að einhverju loka orð svona sem að kannski mikilvægt fyrir hinn almenna fasteigna kaupenda eða bara íbúa þessu landi, svona eitthvað sem maður vil svona skilja eftir. Já, ég held að sé kannski alltaf gott bara fyrir fólk að, þú veist, hugsa að þú ert ekki að kaupa seinustu íbúðina í bænum. Já. Ég held að sé bara alltaf mjög gott, þú veist, það er svo mikið af fyrstu kaupendum og það er bara svo mikið óðagott á markaðnum og það sjá þar 100 manns á opnum húsum er bara, þú veist, að það er verið að byggja helling og veist, þetta er ekki seinusta íbúðin sem mun koma. Já. Við sáum svipað í raun og veru 2016 og 2017 og það var allt í einu bara lentið á einhvers konar veggverðhækkanirnar og svona róaðist allt, þannig að það gerist vonandi á endanum, en við ætlum ekki að hafa þetta lengra hér í dag. Mér langar í lokin að minna á peningamálafund viðskiptaráðs sem að fer fram 18. nóvember í næstu viku, daginn eftir vaxtaákvörðun og daginn eftir vaxtaákvörðun sem er, já, ég held að megi segja sé mjög forvitnilega eftir þær síðustu og við munum náttúrulega ræða hana og horfurnar, en við ætlum líka svona setja sérstakar fókus á vinnumarkaðinn og samhengi hans við peningastefnuna og verðstöðuleika. Þið getur fundið nánari upplýsingar og miðasölu inn á waffi.is. Við verum hér aftur svo í föstudagskaffinu eftir 2 vikur og munum auglýsa síðar hvað verður þá á dagskrá. Fleira var það ekki, við bara þökkum fyrir þér fyrir komuna, Carlota, og ykkur fyrir að fylgjast með. Góða helgi. Takk fyrir.